Komið sæl og velkomin í eitt og annaða ferðaþjónustu sem engar viðeigandi þegar það er sumar og gott veður. Við ætlum að bralla ýmislegt í þessum þætti. Við ætlum að kíkja á afþreyingu, náttúruperlur og einhverja söguslóði líka. Við ætlum að byrja á SUP, Stand-up Paddleboard. Það er hún Rakel sem komið með hana Siggu á Höfnesbryggju og ætlar að ræða við hana hvað það er. Við heitum Sigríði Ýr eða Siggu þar sem hún var að undirbúa verkefni dagsins á Höfnesbryggju. Sigga er stofnandi og eigandi Venture North sem býður upp á nýjung í útvistarafþreyingu á Norðurlandi, SUP eða Stand-up Paddle sem snýst það að róa á stóru bretti, standandi, sitjandi eða á hnjánum. Ég fékk að sjálfsögðu að prófa og það kom í ljós að þetta er auðveldara en það sýnist. En hvað var það sem leiddi Siggu út í það að fara að róa? Ég kynntist þessu fyrir nokkrum árum þegar ég var út í Bandaríkjunum og fékk mér svona bretti og var bara alltaf með þetta hérna heima og notaði þetta í mínum frítíma. Og mér var svo gaman hvað þetta væri einhvern veginn góð líkamsrækt en líka bara góð leið til þess að kúpla mig út og vera bara einhvern veginn ein með náttúrunni. Og svo fór ég svona að gera þetta af mikilli alvöru í fyrra eftir að ég lenti í bílslys og braut á mér hnéð. Og þá einhvern veginn var þetta svo hreyfing sem að kom mér aftur á lappir. Þannig að þá fór ég að róa alveg hvern einasta dag og ákvað bara að fara að einbeita mér svolítið meira að þessu og er núna farin að gera þetta bara full time. Og hefur alltaf verið svona mikið fyrir útiveru og slíkt? Já, ég er algjör útivistarmanneskja og er best geymd utandyra og hef verið í alls konar útivist, verið að skíða, verið í fjallgöngum og verið að vinna við jöklaleiðsögn í mörg ár og kajak. En einhvern veginn hentaði þessi bretti mér best og ég alveg elska þetta og ég fá aldrei nóg að því að vera á þessum brettum. Nei, það er líka kannski svolítið erfitt að klifra upp á jökla þegar maður er fótbrotinn. Já, það var smá áskorun sko, þannig að ég ákvað að setja það á smá pásu og einbeita mér að því sem að hentar mér og líka bara gaman að kynna þessa nýjung fyrir fólki hérna á Norðurlandi. Og hvernig eru viðtökurnar? Ég hef verið að fá alveg æðislega viðtökur. Það er bara búið að vera mjög mikið að fólki að koma og prófa og alls konar fólki og það er það sem að ég elska. Ég er að fá bæði aktíft útivistarfólk og líka fólk sem hefur kannski ekki mikið verið að hreyfa sig og vill prófa eitthvað nýtt og þetta verðist bara að henta öllum. Því ég hef nú sjálf prófað bæði að vera í toppformi á brettunum og líka að vera í gifsi sko, og allt þar á milli. En hvernig, ef fólk er kannski svolítið hrætt við þetta, eins og ég var alveg pínu hrætt fyrst, ég var alveg bara, er ég að fara að detta hérna ofan í sjóinn eða hvað? Hvernig eru viðbrögðin hjá fólki? Kemur þetta þeim á óvart? Já, þetta virðist koma öllum svona skemmtilega á óvart. Af því að fólk kannski hefur séð þetta á mynd og hefur ekki alveg tilfinningu fyrir hvernig þetta er áður en það prófar. En við byrjum alveg bara frá fyrsta skrefi og ég leiði fólk alveg í gegnum þetta og hver og einn finnur sína leið á brettunum. Af því það er hægt að sitja, það er hægt að krjúpa eða standa eða fara í handahlaup. Það er allt í boði. Já, og svo ertu líka að kenna fólki jóga á brettunum. Já, ég byrjaði með jógatíma á þessum brettum og það bara hefur vakið mikla lukku hjá einmitt líka alls konar fólki og þá bara róum við aðeins út pollinn og tökum jógaæfingar. Það bara hefur vakið mikla lukku. Já, ég fekk aðeins að prófa hjá þér. Ég hef svona mikla reynslu í jóga. En það tókst samt alveg nokkuð vel. Já, fólk þarf ekkert að vera með neina reynslu af jóga fyrir eða af þessum brettum. Ég leiði fólk alveg í gegnum það frá A til Ö og líka þar þá finnur hver og einn sinn takt í því. En hvernig, nú ertu með aðalega ferðir á kvöldin, akkurat núna allavega. Er það svona svolítið rómantískt kannski? Já, það virðist vera bara besti tíminn til þess að fara út að róa á kvöldin og sérstaklega seint á kvöldin. Því þá er nú yfirleitt svona rói yfir pollinum og þannig að við náum svona að tengjast náttúruna aðeins meira. Það er líka alls konar hópar sem þú tekur að þér og ferð með í ferðir. Já, ég hef verið að fá til mín alls konar hópa og ég er nánast alltaf laus í eitthvað sprell og ég hef verið að fá til mín gæsanir, steggjanir, bara vinahópa, saumaklúbba, ættarmót kom hérna daginn. Þannig að ég get alveg sérsniðið pakka af alls konar mismunandi hópum. Það er alltaf gaman. En steggjanir og gæsanir, áfengisneysla og að róa vel saman eða? Ég leyfi nú ekki alveg fólki vera að drekka á brettunum, en það þarf enginn að blása áður en það fer að bretti hjá mér. Nei, ég skil. Yfirleitt byrjar fólk daginn
hjá mér. Þannig að ég mæli nú alveg með því. En hvernig það samt sko þegar maður, þú veist, maður dettur örugglega út í kannski á einhverjum tímapunkti. Það eitthvað hættulegt? Nei, það nú ekkert mál að detta út í. Það fá allir hjá mig þurrgala og skó, þannig að við erum öll alveg vel dúðuð. Þannig að það blotnar enginn. Og svo sýni ég fólki bara hvernig það á að klöngrast aftur upp á brettinu. Það er lítið mál. Já, þannig að það kannski bara svolítið skemmtilegt að prófa að detta út í því. Já, og flestir enda nú bara með því að kasta sér út í sjálfir, sko. Þannig að það að gera að prófa það líka. Við lentum í smá sjávarháska, sem var nú engin háski og við vorum öll bara í góðum gír. En það var einhver sem að sá okkur þegar við vorum að berjast við öldurnar og hringdi á lögregluna. Sem kom. Miskunnsamur borgari. Já, og við vorum í alvörinu bara í góðum gír og vorum bara í smá líkamsrækt að berjast á móti öldunum. Og svo beið löggan eftir okkur á bryggjunni og hélt að það væri einhver háski, en við bara veifuðum og sögðum að við varum bara að æfa okkur, sko. Já, og þeir hafa bara þakkað fyrir og... Þeir þakkuðu fyrir og fóru, sko. Já. Það er alveg gott að það sé eftirlit með manni, sko. Já, akkurat. En þetta var svona, já, það er svona eina uppákoman sem er eitthvað svona aðeins, já, skrautleg. Já. En blessunarlega hefur ekkert komið fyrir. Annars komist yfirleitt ekki í kast við lögin. Nei, ekki mikið. Nei. Og enginn slasa sig og engin óhöpp, sko. Nei, og ef fólk vill komast í það að róa, þá bara finna þig á Facebook, er það ekki besta leiðin? Venture North. Venture North á Facebook. Bara senda mér skilaboð, bóka tíma. Á Melrakkasléttu við Raufarhöfn er forvitnilegur og dularfullur staður sem nefnist Heimskautsgerðið, sem er gaman að heimsækja bæði að sumri og vetrarlagi. Það er mikil saga í staðnum, en hann er samt í grunninn manngerður og því mikið hægt að skoða og fræðast þar. Það var ansi vindasamt í Heimskautsgerðinu þegar okkur bar að garði í lok október. Þessi forvitnilegi og einstaki staður er búinn að vera í uppbyggingu síðan 2004 og það voru Erlingur Thoroddsen, fyrrum hótelstjóri á Raufarhöfn, og Haukur Halldórsson listamaður sem áttu hugmyndina og teiknuðu gerðið. Erlingur lést eftir stutta baráttu við krabbamein árið 2015 en það er sterkur og þrautsegur hópur sem eftir stendur til þess að klára framkvæmdirnar og Jónas Friðrik Guðnason, textahöfundur með meiru, er einn af þeim. Segðu mér aðeins frá þessum stað. Já, þetta er bara hugmynd sem að kom upp hér það leyti sem að vegurinn var lagður yfir Hólaheiðina. Þá var Erlingur Thoroddsen sem var hér hótelstjóri, hann var að leita einhverjum hugmyndum að einhverju sem geti laðað hingað ferðamenn vegna þess að þá hætti gegnum aksturinn Melrakkasléttuna. Já. Og hann var að ræða þetta við Hauk Halldórsson myndlistamann, þeir voru kunningjar og þeim datt í hug þetta að tengja eitthvað við Edduna og eitthvað slíkt og síðan þróaðist þetta sem já, þetta á að verða einhvern tímann sól úr. Þessi dvergasteinar, það er í Völuspá og eru hérna 68 dvergar og plús austri, vestri, norður og söðri sem eiga þessi hlið og halda upp í himninum. Já, stóru hliðin hérna í hverri horni hérna. Já, og þeir hérna, þessi dvergar, þeir heita þannig nöfnum og það má raða þeim niður á árið og skipta árin yfir í, menn eiga geta fundið sína afmælisdverg, sko. Já. Og sumir heita alls konar fínum nöfnum. Vorkaldur, vetrarfaðir og svásuður og svo aftur bömbur og svona sem kemur í kringum jólin og svona. Man getur raðað þessu á árið. Af því að maður fær bumbu á jólunum eða hvernig það? Nei, það er nú meira háaði og skemmtun og veislur og svona. Já, veisluhöld, ok, ég skil þig. En þá semst að koma þessi veggur líka hérna hringinn með opum ofan á og þá maður getur séð hvar sólargeislarnir koma í gegn, hvað klukkan er. Já, ég skil. Þetta á að verða sólur líka á endanum. Þannig það er rauninni tengingin yfir þetta sé sko tímatal þannig og úr og dvergarnir, þú veist, tengjast árinu. Það er svona bara skemmtun. Já. Og hérna, svo koma hérna 4 skúlptúrar. Já. Hérna verður póster. Hérna innan í? Já. Þeir verða innan við þennan hring, sko, fyrst út við hliðin, þar kemur gangstígur, svo koma dvergasteinarnir, svo þar fyrir innan þá koma 4 skúlptúrar. Það er hérna
pólstjörnubendill. Já. Og pólstjörnun alltaf verið leiðarmerki fyrir þá sem að fara bæði sjófarendur og aðra. Og altari, elds og vatns verður hérna. Það geta allir notað það því að eldur og vatn tengjast eiginlega flestum trúarbrögðum. Og svo koma hérna hásæti sólar og geislakór. Hásæti sólar er náttúrulega bara til að setjast í og taka þessi nauðsynlegu sjálfu sem allir þurfa að taka. Já. Og geislakór er svona stuðlaberg drangar með sæti inn í og þangað fer maður og lætur líða úr sér streitu og svoleiðis og drekkur í sig svo orkuna úr steinunum. Þetta verður voða skrautlegt þegar og ef. Já, það fer kannski eftir fjármagnssöfnun. Já, ég hef nú sagt frá því að það var bókað í fundargerðarbók mjög snemma á ferlinu að framkvæmdum yrði lokið fyrir 70 afmæli Jónasar. Hvað ertu gamall, Jónas? Ég er 73 ára. Já, ég skil, ok. Þannig að við erum aðeins komið fram yfir, en er það ekki bara alltaf þannig með alla góða hluti? Fara þær ekki aðeins fram yfir áætlun? Já, sko, svo var samþykkt 2 árum seinna og líka skráð í fundargerðarbók að Jónas yrði ekki 70 fyrir þetta yrði búið. Ok, það tæknilega sé, ert þú bara 69 þangað til þetta er búið? Já. Það er flott. Það var einhver hluta vegna var haldið upp á 70-afmælið mitt, ég veit ekki hvernig stóð á því, sko. Þú heldur bara upp á aftur þegar þetta er búið? Skúlptúrinn í miðjunni rís 8 metra upp í loftið og gerðið er 52 metrar í þvermál. Nýjasta viðbótin við staðinn er svo göngubrú sem var vígð á menningardögum Raufarhafnar í byrjun október en brúin heitir náttúrulega Bifröst eins og brúin milli heima í Snorra Eddu. Og náttúrulega Bifröst leiðin inn í Ásgarð og leiðin inn hingað kemur að austurhliðinu þannig að fólk kemur inn með sólarupprásinni, sko. Allt saman og að tákna. Þetta er allt hugsað. Já, það er hugsað. Og hann Erlingur sem er svona, á maður að segja hugmyndasmiðurinn, eða kannski ekki einn Hann og Haukur Halldórsson. Já, hann er ekki meðalúr lengur. Nei. Er þetta eitthvað svona spurning, þú veist, langar ykkur að klára þetta fyrir hann eða er þetta... Þetta er bara ávan að vera þessu. Ávani? Bara ávani. Þetta er svona þráhyggja? Já, þetta er náttúrulega... það þarf að sækja í alls konar sjóði og sækja að reyna að fá einhverstaðar peninga og hérna framkvæmdir fara bara eftir í hvernig gengur að afla fjár. Jú. Og við erum að vinna núna fyrir það sem við Bifröst sem sagt við erum að framkvæma þar fyrir framlag úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða frá því á síðast ári. Heimskautsgerðið verður vinsælli áfangastaður ferðamanna með hverju árinu sem líður. Í sumar hafa nærri því 13.000 heimsótt staðinn og furðulegt umhverfi gerðisins hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum. Tengingin við Ásatrú og Snorra Eddu vekur líka forvitni fólks. Erlingur og Haukur, ég held að þeir hafi talið sig vera ásatrúarmenn. Já. Erlingur, ég var nú aldrei varið að hann verði hann mjög kröftugt, sko, en ég held að þeir hafi allavega, held ég að þeirra tenging hafi meðal annars verið í gegnum það. En ég er bara þess að því að, já, þetta ég get alveg sagt í hvernig það gerðist. Hressskrifstofurnar voru einu sinni á jarðhæðinni á hótelinu og ég var þar starfsmaður og Guðný Hrund Karlsdóttir, hún var sveitarstjóri og Erling vantaði einhvern að hafa með sér í félaginu svo hann kom bara niður og það var nærtækast að fara niður og tala við okkur. Við sögðum já og höfum setið upp þetta síðan. En gerist einhvern tímann eitthvað svona dularfullt hérna í alvörunni? Hérna? Hefur einhver sagt einhverju sögu sem er svona skrítin? Ekki við mig, en ég sé að þeir eru að pósta hérna það sem er á einhverju tungumálum sem ég skil, það er nú sumt á þessum austurlenskum sem er ekki gott að skilja í. Erfiðar að lesa, já. Þessi mystist. Já, dularfullt. Já. Og er fólk að telja sig sjá eitthvað hérna? Ég hef nú ekki alveg varið það. Nei. Það er búið að hérna, það er eitt sem að hérna náttúrulega á að þess vegna viljum við hafa þetta altari. Það er þegar búið að fara hérna, vera hérna eitt brúðkaup. Já. Já. Og við sjáum náttúrulega fram á það að þegar altari kemur þá verður þetta sótt eitthvað dálítið til þess, sko. Já, það getur náttúrulega verið. Náttúrulega kannski roki setur kannski strikk í reikninginn.
Eða hvað? Já, það er nú gott fyrir fólk sem er að fara að gifta sig að kynnast ég ekkert hvert svolítið. Já, það ekki. Það vil gera það við Kannski bara ágætis þolraun. Ágætis undirbúningur. Það er ekki bara komið tíma á auglýsingar, heldur líka á pásu hjá mér. Ég ætla að nýta það til þess að taka þér rólega og ég mæli með að þið gerið það bara líka. Náttúrulaugar og náttúruböð skipa stóran sess í ferðaþjónustu á Íslandi og hefur mikil uppbygging á því sviði á undanförnu. Eitt slíkt dæmi er vök baðs á Egilsstöðum á Austurlandi. En sérstaðan við það vatn er að þó að sé heitt, það má líka drekka það. Þannig að við ætlum bæði að baða okkur og síðan fá okkur te úr heita vatninu fyrir austan. Jarðhiti í Urriðavatni uppgötaðist á sínum tíma þegar vakir mynduðust á vatninu, sama hvernig fristi. Vakirnar voru í þá daga nýttar til þvotta á vetrum þegar erfitt var að komast í vatn. Þær voru þá nefndar tuskuvakir í höfuðið á tusku sem bjó samkvæmt þjóðsögum í vatninu og notaði þær til að komast upp á yfirborðið. Í dag kemur þó fólk ekki lengur með óhreina þvottinn sinn að Urriðavatni, heldur hrein sundföt og handklæði til þess að baða sig þar í heitum náttúrulaugum hjá vök baðs. Þetta er bara búið að ganga alveg ótrúlega vel. Það var langur og strangur undirbúningur að opnun og hún skilaði sér svo sannarlega. Þannig að þetta er bara búið að vera virkilega ánægilegt ferli og gengið vel. Er útkoman eitthvað eins og þið gerðu ykkur grein fyrir eða hvernig er tilfinningin þar? Sko við settum náttúrulega bara markið mjög hátt og vorum með háleit markmið og við bara teljum okkur hafa einmitt náð þeim og það er alltaf ótrúlega ánægilegt. Og höfum fengið ótrúlega skemmtilegar athugasemdir bara strax eftir opnun og bara á þessum vikum og mánuðum sem við höfum verið opin og þau svona komment hafa alveg verið svona sú endurgjöf sem að þurfti að heyra og eða bara fannst gaman að heyra til þess að svona sannfærði mann það að þetta hefði gengið að óskum. Man sér fyrir aftan að fólk er að nýta sér að svolítið að fara út í vatnið og svo beint onni í vakirnar. Er þetta algengt? Já, þetta er ótrúlega vinsælt. Við gerðum okkur alveg grein fyrir að fólk myndi kjósa það að fara út í vatnið en þetta var eiginlega vinsælt en við gerðum okkur grein fyrir og ætlum að halda áfram að bæta svolítið við svona aðgengi að vatninu. Þannig að ég bara svona mitt gísk er að 70–80% prófi að fara út í. Þó Ísland sé þekkt fyrir jarðhita er Austurland skilgreint á köldu svæði og heitar náttúrulaugar því fátíðar. Heita vatnið í Urriðavatni er þá engu líkt og er nýtt í súpur, bjór og te, þannig að gestir geta baðað sig, vökvað og mett, allt með vatni úr sömu uppsprettu. Já, við náttúrulega þegar við erum að segja fólki frá því að þetta sé möguleiki þannig verður það að skilja það að við erum ekki að drekka vatni sem við böðum okkur í, sko. En nei, það er bara svona sýnir fram á hversu einstakt þetta heita vatni er, að þetta er eina vottaða heita vatn til drykkjar á Íslandi. Það er svo tært og hreint að þú ert bara að baða þig í þessu hreinasta heita vatni á Íslandi. Og þess vegna náttúrulega erum við að gera mikið úr því líka innan hús með tebarnum að sýna fólki fram á það fái bara ómeðhöndlað 75 gráðu heitt vatn beint af botni Urriðavatns og nýtum það í annað, súpur og bjórinn okkar. Þó að hann sé að sjálfsögðu, svo bætum við alltaf við að hann er náttúrulega vissulega kaldur þegar þú drekkur hann en hann er bruggaður úr heita vatninu. Þetta er náttúrulega eins millilega laust og það getur gerst þegar þú drekka vatnið svona alveg í raun beint úr uppsprettunni. Já, akkurat. Það er nefnilega akkurat þannig og þannig viljum við svolítið að konseptið sé. Þú veist, þetta er ósnortið eða tært og hreint og vissulega erum við náttúrulega búin að koma þessu mannvirki fyrir. Þá erum við samt búin að passa okkur að raska sem minnst miðað við það sem við höfum gert, skiljið þið, þú veist að koma með þennan staðing að eins raska sem minnst náttúrunni og þess vegna er húsið byggt svona þannig að það falli inn í náttúruna og reynum að vinna svolítið með landslagið að máta okkur inn í það í staðinn fyrir algjörlega að rúta öllu til. En það er einmitt líka þó að þetta sé manngert þá er upplifun alltaf tengd náttúruna því að þú ert alveg úti í vatninu, þú ferð út í vatni hreinlega og útsýnið er allt náttúra en ekki eitthvað manngert. Akkurat og það er mikið fuglalíf á vatninu og þú sérð þegar fiskarnir eru að vaka og þegar það er lygnt á vatninu og þannig að þú ert einmitt, þetta er bara svona ein leið til þess að skoða og upplifa íslenska náttúru.
Þannig að þegar fólk er einmitt að líka þessu saman við sundlaug sem algjörlega finnst mér bara svart og hvítt því að þú ert að upplifa allt annað, þú ert að tengjast náttúrunni sjálfri. En nú mismunandi veður úti en það þýðir bara mismunandi upplifun, ekki satt? Algjörlega. Þetta er nefnilega svo ofboðslega ólíkt eftir hvernig veðrið þú kemur hérna, hvernig þú upplifir svæðið og bara alls ekkert síðra þó að veðrið sé vont, myndi ég segja og ég hlakka rosalega til að sjá vatnið ísilagt og þá norðurljósin dansandi á himninum og allt það, því að það er bara eins og heimamaðurinn segir sem kemur hérna dag eftir dag, það er alltaf eitthvað nýtt sem maður upplifir. Þannig að fjölbreytnin í veðrinu bara spilar með okkur. Heyrðu, ég er búinn að koma mjög oft, ekki daglega en eins oft í viku og ég mögulega get, bara strax frá opnun. Og hvað er það sem þú ert að sækja í helst? Kyrrðin og náttúran og auðvitað það sem hentar okkur vel heimafólkin er opnunartími, það er opið langt fram á kvöld, klára vinnudaginn, koma svo lokið deginum með slappa aðeins af og svo bara beint í bælið. Þú ert búinn að láta árskortið borga sig upp strax í raun? Já, ætli ég hef ekki náði bara á fyrstu vikunni, ég hugsa það nú. Og það er vel góð fjárfesting. Finnst þér að skipta máli fyrir því sem íbúa að vera með svona flotta og mikla aðstöðu á svæðinu? Ég ekki spurning. Við þetta svona víkar svolítið úrvalið sem við höfum hefur upp á að bjóða hérna fyrir okkur og þetta hendar mér og minni fjölskyldu. Við erum öll með áskort hérna, 4 og mætum hér flest alla daga. Þannig að þetta er algjör bara snilld. Er þetta staðið sem þú dregur gesti með þér sem þú tekur á móti hérna á Egilsstöðum? Já, svo er það náttúrulega næsta. Svo náttúrulega er það bara vinir og kunningjar sem koma. Þetta er náttúrulega það að eiga áskorti þá segir maður, nú verðum við að drífa okkur í vök og þið verður að prófa þetta og það er ekkert vandamál, það koma allir með, vilja að prófa. Þannig að þú mælir með þessu alla? Ég mæli með þessu fyrir alla, ekki spurning. Er eitthvað sem er eitthvað sem er eftir að þróa einhverjar hugmyndir sem við sjáum bætast við? Við eigum eftir að klára bara fyrsta lagi gufubaðið okkar og köldu upplifunina. Við ætlum að hafa svona köld úðagöng sem við hliðina á gufunni og það er svona bara eitthvað sem lá alltaf fyrir. En síðan er bara, sem ég hef alltaf vitað, hér liggja alveg ótal mörg tækifæri til þess að bara bæta við upplifunina og svona viðburðir og annað slíkt sem við sjáum fyrir okkur að geta haldið áfram að auka við fjölbreytnina. Hvernig leið þér þegar þú fórst fyrst út í vakirnar? Mér leið rosalega vel. Samt maður nær sér kannski ekki alveg úr vinnugírnum, maður heldur áfram að rýna en á sama tíma þá einmitt með gagnrýnisgleraugun þá var það meira bara yes, þetta tókst vel og þannig að tilfinningin var góð en ég er ekki ennþá komin á það að ég nái algjörlega að njóta mín þegar ég ætla að fara með fjölskyldunni, ég er svona ennþá að passa upp á allt sér í lagi og skoða hvað betur megi fara og svo framvegis. Það kemur? Já, það kemur. Já, ég hlakka mjög til. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti af eitt og annað ferðaþjónustu. Listinn var að sjálfsögðu ekki tæmandi en ég vona að það fengið einhverjar góðar hugmyndir. Þeir sem vantar fleiri hugmyndir þá minni ég á þætti eins og uppskrift af góðum degi. En það snýst ekki bara um það að elta sólina og góða veðrið. Ferðalög er þetta stunda allan ársins hring á Íslandi.